Valur, þú vildir að við hittum hérna á Ölstofunni. Á hverju þá? Hér eru við komin djúpt inn í svarta hjarta íslenskrar þjóðarsálar. Allt sem að gerist annars staðar bara enduróma því sem gerist hér. Við erum jú kynverur fyrst og fremst, við höfum þörf til að elska, en Íslendingar hafa mjög sérstakar máta með það hvernig þeir fara að því. Og ef maður spyr sig hvað gerir íslenska þjóð einstaka, af hverju hún svona ofstopafull og ofsafengin en leið svona dugleg, þá svarið að finna hér. Og prósessin alltaf eins. Karlmenn og konur drekka í sitt hvoru partíinu og síðan koma þau hingað á stað eins og þennan og drekka í sitt hvoru horninu. Og það svona skæru hernaður fram eftir kvöldi en sjaldnast færði inn í viljunnar. En síðan klukkan korter í, þá byrjar totalen krík, þá allsherjar stríð, sko. Þá hristist fólk saman alveg óbúslega stuttum tíma. Já, og dregst svona saman einhvern veginn. Já, og enginn veitir af hverju hvað það var sem var þessi valdandi, sko. Já. En það er ljóst að það ekki, sko, samræður eða einhvern tenging, það bara miklu fleira að geta flaggað einhverju. Og allar þá fjaðrir sem það hefur, það skipta svo miklu máli þannig að það eru reittar að þér, sko. Þess vegna held ég að Íslendingar eru alltaf að sýnast. Þeir eru alltaf að keppa okkur annan. Kannski var þetta líka svona í Grikklandi forna á barnum, sko, að þarna Aristóteles og hann finnur vísindin og þarna Alexander og hann var að leggja undir þessi heiminn. Og hvað ert þú búinn að gera nýlega? Þannig að hérna þá þurfa eiginlega allir að hafa tjaldað einhverju til, sko. Þarna rokkstjarna og þarna rithöfundur og þarna bankastjóri, sko. Og til þess að vera með í leiknum þá þarftu að vera einhverja, því að ert ekki einhver, það ert ekki neinn. Íslendingar, við finnum mak okkar mikið til á öldurhúsunum. Nánast eingöngu, virðist vera. Það, einhver leyti það auðskiljanlegt, af því að hérna í svona litlum bæ þá ekki hægt að fara á date, þú hittir alltaf einhvern svo þekkir og þá alltaf orðið trúlofunarpartí og þetta verður svo vandræðalegt fljótt en það sem gerist hér það telst ekki með, þannig að fólk það bara miklu þægilegra að allt gerist eftir að ljósin slokkna og það enginn sér til og síðan spurningin hvort það haldi áfram inn í edruhöfni seinna, sko. En þú ert að skrifa hvað kemur þetta bókinni inn í við? Þetta svona stúdía á ástarlífi Íslendinga annars vegar og útlendinga hins vegar. Og það alveg hægt að skipta þessu í þessa tvo hópa, sko. Að Íslendingar gera hlutina annan hátt heldur en gerist í útlendum. Og eitt sem útlendingar benda á sem koma hingað, það furðar sig á þessu. Þeir furðar sig líka á hvað lítill samgangur á milli kynjanna almennt, sko. Já. Og ég ekki með neina útskýringu af því, nema mögulegt að sé einhver afleiðing af sjómannasamfélagi, þar sem að karlarnir voru alltaf út á sjó allan daginn og þess vegna lærði kynina til umverulega umgangast hvort annað, en hafa þessi sjómannslegu fyllir í. En hvað kemur Leonard Cohen málunum svona mikið við? Hann síðasti elskhuginn, hann svona fyrirmyndin að manni sem heillar með orðum, en hann líka bara mín fyrirmynd sem rithöfundur að ég var svona að taka hann í sundur, sko, þegar maður búinn að skrúa ristavélina í sundur og síðan saman aftur þá maður fann að geta búið til hvað sem Já, en hann kannski líka þessi maður sem að, þú veist, allar konur vildu eiga, þessi fallegi, gáði, svolítið dulúði maður sem er óbyggilega rosa gaman að vera með. Já, örugglega. En hvernig myndi honum takast upp á íslenskum bar í þessu 15 mínútna stríði? Ég ekki svo viss að það myndi ganga svo vel, sko. En þetta 15 mínútna stríð held ég það sem að einkennir okkur og skilgreinir okkur, sko. Þetta er hreini kapítalismi, sko. Þetta er stríð allra gegn öllum. En þetta líka hreini kommunismi. Eftir sem líður á kvöldin þá allir jafn klárir og allir jafn skemmtilegir og endunum allir jafn fallegir líka. If you wanna love her, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. Ég held líka að ef þú skoðar bara Ísland allt, sögu sem menningu, þá það einhvern veginn markað af fyllirinu. Ef þú skoðar hagsögu Íslands, þá þetta alltaf eins og fullur maður hefur verið í stjórnvölinn. Það alltaf þessi svona óðbúðslega góðir og síðan óðbúðslega kreppa.
ef þú talar við háskólanema þá eru þeir alltaf sko að monta sig að því hvað lærðu sko mikið á 48 tímum fyrir prófið en enginn myndi tala hann hefði svona lært jafnt og þétt alla önnina sko. Þannig að við erum alltaf sko að gera alltaf síðustu metrunum og síðustu mínútu sko og það er svo óbóðslegum krafti og það held ég mótast að barnum eða öfugt að það þessi loka 15 mínútur sem gilda. Já, fyllir í svona mörgum skilningi. Já, þannig að jafnvel edrú Íslendingur samt fullur í hegðun.